Það var laglegt. Þetta var magnabjössi. Heyrðu, þarna, ég vil nú lýsa þessu fyrir hlustendur. Þú varst komið með, hérna, hvað heitir þetta sem þú slærið á trommur með? Bustana. Já, trommur. Þannig að berja gítarinn. Já, akkurat. Já, athyglisvert. Þú veist, mér finnst mjög spennandi að sko prófa að fara aðeins út fyrir kassan. Já. Og taka gítarinn. Það svo margt sem hægt að gera við gítarinn. Þannig að þessi tónleikar í Háskólabíó sem eru hvenær í mars einhver tímann, eða ekki? 8. mars. 8. mars. Og þarna, en þú þá bara einn á sviðinu með gítarinn og svo hann einn á sviðinu með gítarinn, eða eitthvað. Já. Þannig að það koma bara 2 gítarar við sögu, 2 menn og 1000 manns vonandi, fullt af fólki. Já. Hvað getur sagt mér um hennar gæja svona að lokum? Hann er að ferðast Bandaríkin, svo ég sagði þér núna, og er þetta bara náungi sem fer allan heim og spilar fyrir fólk? Já, ég held að hann spili svona, ég líði ekki svona
250 til 300 sinnum á ári. Hann alveg túrar bara stöðugt og þetta fyrir þá sem ekki vita, þá þetta stærsta stjarnan í gítarleik í dag bara. Þetta bara, það þekkja hann allir sem sagt í gítargeiranum náttúrulega og hann bara stórstjarna í Asíu og náttúrulega hann Ástrali, Ástralía náttúrulega gríðarleg og í Bandaríkjunum allar þessar stjörnur þar flytjast oft til Bandaríkjanna og þar býr hann núna og það fólk áttar sér stundum ekki á hver stærðargráðan á svona gæja sko, til dæmis bara þegar hann kemur til landsins þá 5 manna krú sko með honum. Já, ég skil. Þetta ekkit, ég fer bara í fluguluna bara með eitt gítar sko. Já, sleppi farangnunum. Þannig að hann með hljóðmann og rótara fyrir sig og aðstofa fólk. Allt svoleið sko. Heyrðu Bjössi, þetta verður magnað. Ég þakka þér innlega fyrir að koma og gefa okkur tóndæmi. Ég held að Tommy verði bara ánægður með þetta sem uppbytun fyrir sig hérna á Bylgjunni. Og við höfum betra að kíkja á hann í Háskólabíó 8. mars, miðasalinn á miði.is væntanlega. Yes. Kæra þakki Björn. Takk.